Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand. And place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see
Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra. Já, komið þið sæl þegar að hlusta á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Ég ætla þessu sinni að ræða karlrembu og það er komið til mín Viðar Guðjónsson, athafnamaður, sem að hefur nú haft sér nokkuð frammi í símatímum stöðvarinnar bara undanfarin ár og þá hefur hann gjarnan kennt konum ef að eitthvað fer eða fer úr skorðum á hinn á heimilum og í barnauppeldi og öðru slíku. Hann hefur talað fjölkvæni og hann beinlínis varpa ljósi á það að hann mæli með fjölkvæni. Þannig að fólk bara dálítið hugsi yfir því hvaða viðhorf þetta eru og við ætlum að ræða við hann hérna, eða ég ætla að gera það og svo hér og eftir að þá mun ég opna fyrir síman þannig að eitthvað gefst kostur á því að hringi Viðar Guðjónsson hér í útsendingunni og tala við okkur og númerið okkar er 5881994 5881994 og ég bara hvet konur og þá sem eru ekki sammála hans viðhorfum að láta heyra í sér og nota þetta tækifæri að bara láta hann heyra það því að þetta er óskiljanlegt hvernig hann hefur verið með árásir á konur og mjög að ósekju, hann stígur fram í dagsljósið eiginlega eins og hann sé bara aftan úr fornöld og það botnar bara alls ekki allir í þessu. Góðan dag Viðar Guðjónsson. Ég bara segi ekki góðan dag. Jú, ertu fornaldamaður? Ég ætla að byrja að skjóta á þig, Arnþrúður. Þú byrjar að vera með því líka aðra eins fordóma. Já. Kallrembu, heyrðu hvernig þú tala? Já. Geturðu liftir þetta? Já, þetta er kallremba. Þú ert að níðast á kallmennu þegar þú segir svona. Nei, þetta er ekta kallremba og þú ert spegilmynd, þú ert bara fulltrúi fyrir þessi viðhorf sem að fyrirlíta konur. Það er ekki öðruvísi. Það er það sem þú gerir. Jú, það er öðruvísi. Nei, Jú. Akkur lætur þá svona? Akkur læt ég svona? Já. Að því að það þarf að segja svolítið í uppeldismálum og viðhorfi kvenna. Það er lítill hópur feminista sem er að trylla og stjórna hérna í Reykjavík, vaðandi uppi, skammandi á hægri og vinstri kallmenn fyrir að gera ekki neitt nema standa sig í stykkinu. Þetta er yfirgangur lítils hóps feminista. Nei, í raun og veru ekki Viðar, þú ert að koma við miklu fleiri konur þegar þú kennir þeim að þær ráð ekki við barnauppeldi, þessu bara gefa börnum á brjósti með þær að tala í síman og allt takk fram til göttunum sem þau hefur nefnt. Þú kennir konum ofsalega mikið því sem að gerist inn á heimilunum og að börn læri ekki að lesa, þá er það mömmunum að kenna. Þetta er alveg rétt hjá þér. Ég verð að kenna þeim Já, þú Hvað er að því? Akkur gerur það? Akkur gerir það? Því að vanrækslan á börnum í dag, ég er ekki að tala um allar, vanrækslan er orðin svo gríðaleg, þá að henda börnunum inn í stofnun, konurnar eru glápat í síma, það eru svo uppteknar, það eru svo kulnaðar. Það er nenn ekkert að hugsa uppeldi lengur, það er að halda það einhver stofnanir og samfélagi alltaf að sjá þetta. Kærleikurinn hjá konum er horfin. Það búið að rækta úr þeim kærleikin. En heyrurunni, takt þetta sem þú ert að segja að það sé horfin frá þeim kærleikun, akkur konum, hvað með kærleik karlmanna? Eiga þeir ekki börnin líka? Hafa þeir ekki jafna skyldur og mæður? Ég er bara ekki að tala um karlmenn núna, ég get ekki annað þátt um karlmenn, alveg örglega. En núna erum við að tala um skyldur og ábyrgð kvenna í þessari gríðalegu vanrækslu og ábyrgðarleysi hjá þeim. Þetta er alveg ótrúlegt hvað það er að vanrætt krakkana. Akkur er svona mikið depurð, kvíði, þunglindi hjá ungu fólki. Akkur er það? Það er því að konurnar, mæðurnar, þú veist, þetta er í náttúrunni með ungarna og ungabörnin, mæðurnar sinna svolítið vissum störfum sem að þær eru hættar að gera. Það er vilja að vera í framapoti.
þær eiga að vera alveg svo kallanir og helst drekka brennvín eins og þær. Já, nokkuð að því, það ekki bara það ekki í lagi, auðvitað er ekki í lagi, fólk á ekkert að vera að drekka brennvín. Nei, kannski ekki endilega það, en konur þær að sjálfsögðu, þær læra til jafns við kallmenn, þær eru upp til hópa afburðagóðu starfsmenn, námsmenn og annað, akkur skildi ekki, það tíðarandinn í dag við þar. Já, ég skal svara því. Já. Það er bara tvennt sem þú getur ekki gert þegar þú ert í svona náttúrulögmálum hérna eins og mannskepnan er. Þú getur ekki verið að eignast börn, vanrækt þau í algjörðu ábyrgðarleysi, guffa út þau börnunum alveg svo vilt og halda það einhverju annari að sjá uppeldið eins og skattborgarinn á einhver annar. Ég kom ekki nálægt öllum þessum börnum, samt á ég að taka þátt í uppeldinu í gegnum það að peningar frá mér eiga að fara til samfélagsins og alveg börnin sem það nenni ekki að sjá Já, Viðar, þetta er náttúrulega svo samfélagssáttmáli sem við höfum hér. Nei, þetta er ekki sáttmáli, ekki við mig. Ekki við mig. Jú, þú verður að sætta við það að þú átt kost á því að breyta svo 4 frest í kostningum og þú kýst þá flokka sem að þú telur að fari best með þetta vald, ekki satt, þetta ákvörðunarvald, skattlagningu á þetta. En taktu eftir hvernig fjölmiðlavæðingin hefur verið. Það hefur alltaf verið það að degra við konur, að þær hafa átt svo balt. Me too, það var í fyrstu frétt í 4 mánuði hérna fyrir árið síðan, áður í COVID kom. Í 4 mánuði, alltaf fyrsta frétt. Þetta var alveg rétt sem þess að konur sögðu, en það er lög við þessu öllu, þetta var allt bannað, það þurfti ekki að breyta hennu. Já, og meðan fóru að horfa í vitlaus átt. Ert að fara að réttlæta það að kallmenn líti á konur eins og hvert annað verkfæri sem þið geta nota, káfa þá, nota til kynferðislegra athafna og annað og líti á þær sem kynverur. Artrúð, nú ertu að leggja mér orð í munn. Nei, ég bara spyrði að þessu. Þú varst að leggja mér orð í munn. Nei, ég bara spyrði að þessu. Þetta er dæmigerð fjölmiðlafólk eins og þú hagar sér. Ég er alls ekki að segja það. Ég er bara alls ekki að segja það. Hvað ertu þá að segja? Ég er að segja það í fyrstu frétt. Fjölmiðlar auðvitað benda bara ákveðna staðreyndir eins og það að þegar að þið eru káandi lítið bara kynrænum augum á konur, þær eru ekki að vinna, þær eru ekki að læra, þær eru ekki að stjórna og þetta er kallremba, já. Þú ert að segja, leggja mér orð í munn. Já, nú hvað meinar þú þá? Hvað meina? Ég var ekkert að segja það. Auðvitað á virðing að vera fyrir konum. Já, að halda það að þetta sé aðalatri í lífinu að búa til eitthvað degur og þær eiga að vera óábyrgar á því sem það gera. Ef þú eignast barn þá átt að sjá það með andlegu hliðina og líkamlegu hliðina líka. Þú átt að hafa tíma til þess og þú átt að hafa fjárráð. Þú átt ekki að vera eignast börn nema það vera efna á því og tíma. Já, það er kannski náttúran sem sér það líka Viðar og þú tala nú mikið náttúrulegt eðli mannsins og höfðar til þess. Þannig að þetta er nú bara náttúra mannsins. Nei, ekki að vera með óuppalið börn. Þú sérði ekki náttúrun þar sem þau eru að búa til börn og vitandi að þú ætlar að láta þetta fara einhvern annan. Það er einhver svona, það eru sumir fuglar sem að verpa í önnur hreiður og svona, það er til, svona til. En hvað með feður? Þetta er ekki engetinn börn sem þú tala um? Ég erum ekki að tala um feður núna, aðalega. Ég skal alveg taka heilan þátt í feðurum. Og þeirra plastpoka drengir. Nei, þú kostaði núna að tala um feður, þessu samhliða. Núna ert þú að svona sníka þig frá vandamálum kvenna gagvart uppeldi drengja og förum yfir þetta með 83% kvenna eru sem kennarar í grunnskóla. Já, og hvað með það? Og hvað með það? Sko, mismunun í skólakerfinu er svo gríðaleg að drengir geta held ég 33 eða 4% ekki lesið sér til gagns. Þetta er alltaf að versna getan til að lesa. Hvað þýðir það að geta ekki lesið sér til gagns? Það er það að þú getur lesið textan, stauta þig, en þú skilur ekki textan. En þetta er bara 18% hjá stelpunum. Akkur er þetta?
Þetta er vanræksla. Já, Viðar, sjáðu til, ef að þú kynnir þér hvernig skrá grunnskólan er til dæmis, þá hún þannig að það börnur send heim með heimanám, þau að lesa heima. Það stendur ekki að móðurinn eigi að kenna þeim að lesa heima. Það bara þau eru send heim frá skólanum með heimanám upp á þau að læra að lesa og hverju kvöldi. Er það ekki jöfn ábyrgð beggja foreldra? Aðalega hjá móðurinni, þú ert alltaf að reyna að því hún er versmiðan fyrir börnin. Hún býr þetta til og það er búið að rækta þessi náttúrulögmál út úr konunum. Það er meir og meir. Og akkur, ég get farið miklu dýpra í það, þetta út af alþjóðavæðingu. Svo segja konurnar, já það verða tveir að vinna úti, til að fá. Ég segi bara, ef þið gátu ekki haft efnaði eiga börn, þá ekki að vera eiga börn. Óuppalin börn eru bara skaði fyrir þjóðina. Já, það er ábyrgð beggja aðila og það er líka ábyrgð stjórnmálamanna hvernig þeir ráðstafa efnahagsmálum og taka ákvörðun laun og fleira og stýra því hvernig aðbúnaði fólks er. Staðan í dag er þannig Viðar að það þurfa að báðir aðilar að vinna utan heimilis til að standa undir þessari grækisvæðingu sem að hefur verið hleypt á stokkunum. Þetta var rétt og rangt hjá þér. Þetta er algjörlega rétt sem ég segja. Nei, þú ert að fara með rangt. Þetta er algjörlega rétt. Þú sagði græðgisvæðingu. Já, græðgisvæðingu. Og konurnar eru orðnar yfirmáta gráðugar að fá allt fyrir ekkert. Það eru svo gráðugar, ég á að fá allt. Nei, ég er að tala um fjármagnseigendur. Ég er að tala um fjármagnseigendur. Græðgisvæðingin er svo óbúsleg. Það heyrðu þátt að setja verðtryggingu hérna hvað fyrir 30 árum, 40 árum og hún átt að vera í 1 ár, hún var launatengt. Nei, það verður að halda því til þess að fjármagnseigendur græði nógu mikið. Það kemur á þessu uppeldi á börnum. Það kemur því fjárhag heimilana við. Fjárhag heimilana? Já. Það kemur fjárhag heimilana. Vextir hafa aldrei verið lægri. Það hafa aldrei verið frábærari maður heldur fjármálaráðherra okkar Bjarni Benediktsson sem safnaði peningum áður en þessi skelling komið við. Já, það er bara núna. Það er vel gert. Bara núna? Já, það er vel gert. Nei, þetta er feminir þröngurópin, hérna er Reykjavík, yfirgangsamra kvenna. Þetta eru minnihlutar, hópar, hommar, lesbjur. Já, nú ertu farin að þrengja hópin bara niður í einhvern lítinn hóp. Þú ert almennt þegar þú hringir hérna inn, nei við það, þegar þú hringir hérna inn, þá talar þú bara almennt konur. Þetta er bara kallrembu tal, þú talar bara konur. Akkur segir þá ekki að það sé lítill þröngur hópur í Reykjavík? Segðu það þá. Að því það fá svo mikið vægi í þessum fjölmiðlum eins og veist og netheimum, að því að það er bara búið að kenna fólki að þetta sé svo hræðilegt hjá þeim. Það er auðvitað, það mátti margt breytast, það er alveg á hreinu. Það mátti sannarlega margt breytast. Hvernig gengur það að vera skammast út í köllum sem að örfói kallmenn bara liggur við að handa, þetta telja á einni hend, það tröllrýður í heiminum þeirra lífverðni. Ég er alls ekki fylgjandi þeim. Þetta eru örfáðum, svo fjölmiðlar tala um þetta, einhverja vonda kalla, þetta eru bara örfáðar hræður. Já, það eru þessar kallrembur. Nei, megnið íslensku kallmönnum eru mjög kurteisir, en það er búið að kúa þá niður og láta á að kenna þeim að þeim eigi aldrei segja orð í uppeldið en einu. Nei, það mátti nú kannski aðeins reyna að hafa áhrif á hugafari, einhverja kurteisis, einhver mörg, það er bara að setja einhver mörg. Þeir hafa verið vel flestir, bara mikill meirihluti, mjög kurteisir og góði drengir. Jú, en svo skera sig úr. Þessi hópur. Það gerist í umferðinni líka. Kannski er það bara í Reykjavík, ég veit það ekki. Kannski er þetta bara lítill kallrembu hópur í Reykjavík. Þú talsmaður fyrir þá. Það er ekki eins og hópur, þetta eru svo fáir. Nei, þessi viðþorf eru nefnilega, þau eru undir niður. Nei, þetta er engi, ég þekki engan sem er með svona viðþorf eins og þú ert að staðhafa hér. Engan. Jú, og þekki þó ansi marga. Já, en þau eru staðreind. Já, samt segir þú staðreind. Hvað hefur þið fyrir þér staðreind? Já, bara til dæmis segðu mér hvað þessi staðreindin er. Hvernig talið þið konur? Bara vel.
Nei, þið gerir það ekki. Nei, sko, ef maður segir eitthvað sem má gaggrina, þá segir þið, konurnar, já, þið eru bara vondir. Veistu að þetta er ekkert svona, það má alveg gaggrina konur eins og gaggrind kallmenn. Já, en það verður þá að vera málefnalegt. Jú, en það verður þá að vera... Það er málefnalegt. En það er ekki málefnalegt. Nei, heyrðu. Þegar allt barnauppeldi sem að eitthvað er að þá er það bara konuna að kenna og svo framvegis og konur, þær eru að sækjast eftir frama og komast áfram í lífinu, að það á að vera eitthvað slæmt. Þannig talar þú. Já, og ég skal bara útskýra enn einu sinni, það er eins og viljir ekki skilja þetta. Konur geti ekki átt börn og haldið það að einhver stofnun geti alið þau upp. Þetta er ekkert bara svona eins og eignast sko pekinghundi eða eitthvað svoleiðis. Þetta er ekkert svona leikfang eins og það er halda oft. Ég veit marga konur sem vilja ekki að börnin sín fari af heimilinu. Akkurru? Af því þær hafa svo mikið félagskap af börnunum. Það vilja ekki koma þeim í þá stelling og geta bjargað sér sjálf. Þetta er svona undanlátssemi, meðvirkni. Það er sko of mikið af svoleiðis hérna. Það er hugsa fyrst sig. Hvaða félagskap hef ég á börnunum? Ég vil hafa þau heima. Þetta er bara röng hugsun hjá konunum. Það er eiga fyrst og fremst að gera einstaklingin tilbúin að vera í lífinu. En það er bara orðið mjög sjálfgeft. Af hverju fullir þið svona? Að því að sjá þetta. Er það ekki ymmit bara stórkostlegt ef að kona hefur möguleika á því að vera meira með börnunum sínum heldur en minna. Hins vegar er það við að sko, þetta er ekki magn tímans, þetta er gæði tímans. Akkurat. Þetta snýst það. Og líka magnið. Já, þannig. Já, senda bara SMS, hvernig uppbyldað að vera. Það er ekkert svoleiðis. Að það er miklu meiri nánd og kærleik og það gerist ekkert í gegnum tölvun eða síman. Og ég er að sjá hvílíkt og annað hvað kvíði og þunglindi er að hellast yfir fólk sem konur, að því það eru alltaf í símanum, alltaf metingur, þessir að gera þetta, þá koma 2 hugsanir í hausinn og þetta er orðið vísindalega þekkt. Það er mont og hinn sem að, veist, þú sýnir mynd á Facebook eða einhverju, ég var þarna, þá ert þú að monta þig. Svo er hinn sem að sér þetta, hann fær öfundatilfinningu. Svo ef þú gerir þetta bara nógu oft, þá þroskast þessi heilastöðar. Og það verður bara mont og öfund og þetta er samkvæmt Biblíunni, þá er þetta mjög varasamt. Já, en Viðar, þannig er þú bara komin inn á allt aðra braut, þú ert að tala allt annað, þú ert að tala samfélagsgerð og áhrif til dæmis samfélagsmiðla og það er allt annar handleikur í rauninni. Það hefur ekkert með konur endilega að gera. Jú, ég skal útskýra það og þú vilt. Nei, hvernig eru kallmenni til dæmis líka og áhrif kallmanna? Það er eins og viljir ekki tala konur. Jú, ég ætla bara að tala kallmenn líka. Við vorum aðalega að tala hvers vegna ég var að tala konur og þeir ábyrða leysi. Akkur hefur þessa kvenfyrirlitningu? Þetta er ekki fyrirlitning. Jú, þetta er bara fyrirlitning. Nei, nú ert þú bara farin að alhæfa með eitthvað sem er ekki rétt. Ég er bara að segja að það er ekki verið að ala upp börnin að því að konurnar hefa ekki tíma til þess og akkur fer þessi tími. Akkur er þessi nú manst þetta kulnunatalinu. Ég er svo kulnu í starfi. Já, kallmenn voru líka kulnaðir. Ég er ekki að tala kallmenn. Ég er að tala konurnar. Það var út af því að þær glápar svo mikið á síman og eru svo mikið í samskiptum á netinu að það heilin á þeir kulnar. Þetta er orðið þekkt, þetta er orðið vísind á bakvið þetta og konurnar eru bara að leika sér. Það er bara í síman, upp og niður í tilfinningu þar. Þetta á ekki að taka þátt í að vera glað með þessum eða eitthvað hinnu. Þetta er bara ómikið upplýsingum, það er bara vanrækja börni sín á meðan. Og þú sagðir í upphafi hérna, konur sem eru við barni sitt á brjósti er í símanum. Hvað gerist þá? Já, hvað segð þú? Þú hefur ekki hugmyndu þannig að því út kona. Já, það verða leið og fær geðsveiflur inn í hausina þér, heilin stýrir öllu hinnu, leið og fær geðsveiflur að þú ert að glápa í síma, þá farið alls konar upplýsingar sem eru óholla fyrir líkamann. Hvað gerir líkaminn? Hann sendur út boðefni sem gerir það að þú fær viss varnarefni. Barni sem er að sjúga mjólkina, það fær þessi efni í sig. Þetta er óhollt í mjög miklu mæli, þetta er stress svo kallað. Þetta er löngu búið að finna út, þetta eru stressvakar. Til hvers er þessi stressvakar? Jú, það er ef að hætta kemur að bera höndum.
það er til þess að líkaminn veri viðbúin árás eða ykkur svoleiðis. Þetta er frá frumhvötum líkamanns. En það er sko mannsheilinn, hann er eina dýrategundi sem getur búið til þess að hræðslu og ótta inn í hausnum á fólki. Hræðsla og ótti. Já, en sko þannig er þetta að taka alveg einangra tilvik og jú, en hins vegar að þá sko það sem að lítur að bara batna uppeldi almennt, þá er það á höndum beggja foreldra, það er þannig við þar og þetta er alveg jafn, ef illa fer þá er það alveg jafn mikið á ábyrgð föður eins og móður. Það er bara þannig, en ég veit ekki hvort að þú vilt halda þig eitthvað frá því. Ég er að taka eftir einu, Arþrúður, þú vilt ekkert spyrja, það sem ég var að segja var svolítið langloka líðheilsu kvenna með barn á brjósti. Já. Þér fannst þetta raunin ekkert merkilegt, þú fórst að tala eitthvað allt annað. Nei, ég bara halda áfram. Þetta er stórhættulegt að börnin séu alltaf að fá stressvaka í gegnum mjólkina á sig. Ég held að það hef ekkert verið sannað. Ég er að leita eftir því núna. Sönnunin. Já, það er sönnunin. Er þetta vísindalega sannað? Er þetta vísindalega sannað, segi ég og spyrði það því. En ég er að hugsa það við þar að því ég vil hleypa líka hlustendum inn í þetta samtal okkar og við ætlum að fá auglýsingar hérna núna og síðan opnum við fyrir síma. Ég ætla líka að tala hérna fjölkvænis hugmyndina þína og þér finnst í lagi að kallmenn sé með fullta konum bara í búri, svona viltu hafa það. Ef að þetta er ekki remba af vestu stort, þá veit ég ekki hvað. Þú ert nú, sko, eitt versti fjölmiðlamanniska segir bara hitt. Ég þakka þið fyrir mér fyrst að meðmæli ef að þú segir það. Ég sagði aldrei að þetta veri búri, Arþrúður. Þarna varst þú að búið til líka vel á mig. Það er hugsunin á bakvið það. Nei, nú ertu með getgátur í kollinum á þér. Nei, jú. Ef þér finnst þetta í lagi, þá finnst þér það í lagi. Ég hef aldrei sagt búrið. Hvernig viltu hafa það þá? Ég hef aldrei talað búrið. Þetta er ekki döðruvísi, hvaða frelsi það fyrir konu. Við sjáum þetta sumstaða gert. Ég skal útskýra það eftir auglýsingar. Þetta er langt mál. Við ætlum einmitt að fá það núna og ég minna á það. Viðar Guðjónsson athafnamaður er gestur hér á Útvarpi Sögu fyrir þá sem vilja koma inn í þessa umræðu kallrembuna og hann er gott dæmi að mínu mati það hvernig kallremban birtist. Síminn hérna í útsendingunni 588 1994. Þér að hlusta á Útvarpi Sögu. Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarp Saga, þar sem þjóðin hlustar og talar 24 tíma á sólarhring. Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra. Komið í sæl aftur fyrir að hlusta á Útvarp Sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur. Það er nú ein aðal kallremban í bænum hérna hjá mér. Það er Viðar Guðjónsson sem að hringir mikið inn í símatíma Útvarp Sögu og búin að rekja vægasatt marga hlustendur. Ég er að tala um þessa kallrembu sem að hann kannast ekki við og við erum líka búin að opna fyrir síman. Það eru núna komnir ýmsir sem að bíða á línunni. Ég ætla að reyna að hafa símtölum bara stutt en það er sama 588 1994 og við skulum fá bara fyrsta hlustandan sem að kemur hér inn til okkar en ég ætla aðeins að minnast á og hérna aftur þetta í sambandi við hugmyndir þínar fjölkvæni. Mér finnst það svona alltaf því ógeðslegt, skilurðu að hvernig sérðu það fyrir þér? Hvað viltu hafa margar konur? Hvað myndir þú vilja hafa margar konur ef að fjölkvæni verið leyft? Ertu að tala við mig, Arnþrúður? Já, ég er að tala við þig. Já, sko, þetta er efnahagslegt mál. Þetta er líka hvaða gæði af genum er í framboði. Ég meina, við getum ekki hort fram hjá því að við erum dýrategund og léleg gen þau er að fjölga svo mikið lélegum genum. Fólk er bara ekkert sjálfrætt, það heimtar alltaf einhver annar sig að borga fyrir sig og halda upp í sínu lífstíl og svona. Ég vil náttúrulega bara að menn fái frelsi í þessu eins og hommar og lesbíur. Ég meina hommarnir komið fram hérna með það að þeir ætta að fá einhver prepplíf sem kostar 100 skall á haus. Það er allt í lagi. Það er bara kynhneigð. Átti skattborgarinn að borga það? Já. Já, hann á að borga, einhver annar á að borga svo
hann geti haft hamingjusamt kynlífskvöld. Já, en býttu, það allt í lagi, það erum við ekki að reyna að greiða götu fólks og að skapa þannig skilja að fólki líði vel, öllum líði sem best í þjóðfélaginu. Það kostar peningar, trúður, og á einhver annar að sjá það að borga og niðurgreiða kynlíf hjá einhverjum öðrum þjóðfélagshóp. Hvað slags bull er þetta? Þú mátt ekki og þú manst nú Páll Óskar, þetta er sama kynhneigð. Hvað er að því að hommar síni samfélagslega ábyrgð á því að þurfi ekki að vera með kynlíf út allt? Þeir eru ekki endilega með kynlíf út allt frekar en allir aðri. Hvað finnst þið með fjölkvæni? Heldur þú að það sé þá ekki kynlíf út allt? Nei, ég skal útskýra það rétt strax. Ég klára fyrst með hommana. Akkur eiga þeir að fá niðurgreitt kynlíf frá einhverju skattborgara? Það er ekki að fá niðurgreitt frekar en bara aðrir. Þetta er bara innan heilbrigðiskerfisins. Það ég eitthvað niðurgreiðslu? Já, ef þú uppfyllir skilyrði þá gerur það. Hvaða bull er þetta? Við skulum fá hlustanda hérna sem býður. Góðan dag, útvarpssaga. Já, góðan dag. Vilhelmína heiti ég. Sæl og blessuð. Og er nú búin að heyra í honum Viðari á og til og ég held að hann sé bara á rangri plánetu og hafi illa kynnt sér sögu kvenna í gegnum aldirnar og hvað veit hann hvað er að gerast nema bara eitthvað sem hann slæðir fram til þess að niðurlægja konur alveg hægri vinstri. Ég bara næ ekki, það hlýtur að vera einhver stöð í höfðinónu sem er grengluð því að bara þetta er ekki á 21. öldinu sem hann er á. Má ég svara? Er það Vilhelmína? Vilhelmína, já. Þú talar ég sé á rangri plánetu og allt þetta, ég sé bara það borgir sér ekki að hlusta einu svona á mig og ég á ekki að tala. Nei, þú ert fornaldarskoðanir. Kannski er ég bara með nýjustu skoðanirnar. Kannski er ég í þessu að það er komið út fyrir mörkin hvernig fólk hagar sér í sambandi uppeldi á börnum. Kannski er þetta nýjustu skoðurnar sem er að reyðja sig og hvílíkar fordómar hjá Vilhelmínu að segja svona ég sé bara annari plánetu. Erum við ekki hérna í lýðræði stjórnfélagi og fá að tjáningafrelsið? Jú. En ég bara var að hugsa hérna á árum áður og þar fram eftir að þá voru konur með x-mörg börn og þær höfðu aðstóða áttu þessi börn þá minni kærleika því að það voru vinnukonur sem voru að hjálpa til. Fyrst verum við til nútímans. Það er góð spurning. Erum við ekki í nútímanum núna? Við skuldum konum, kallmenn skulda konum ekki neitt. Við skuldum ekkert aftur í aldir. Á bakvið hverjum karli stendur sterk og dugleg kona. Rétt. Það er nákvæmlega þannig. Rétt hjá þér. Og það er ekki... Og kærleiksrík. Já. Og það er ekki magnið eða tíminn, heldur gæðastundin sem fólk mæður eiga með börnunum sínum. Jú, en konur virðast verið í dag hafa ekki neitt tíma fyrir börnin. Á hverju segir það? Að því ég sé það bara. Ég bara er að horfa og ég horfa á fólk. Það er í símanum, það er svo mikið í samskiptamiðlum. Það er engan tíma til alveg börnin. Og meðan börnin eru líka í tölvu, þá er allt í lagi því að þá er rólegt, þá er engin vandamál. En við mögum ekki gleyma því uppeldi á börnum, þegar vandamál verða til, þá verða lausnir búna til á vandamálunum og það eru uppeldi. En ertu vissum það að mæðurnar sé að draga börn að tölvunum? Já. Gæti það ekki verið feðurnir? Sinnuleysi mæðra, það er uppeldi að stoppa svona að uppeldi fari fram í gegnum tölvu. Það er uppeldismál að sinna því að börnin sé ekki bara ómikið í spila, fíkn og fleira í tölvu. Vá, hvað þú átt bátt. Ég segi ekki annað. En ég bara, mér finnst þetta svo mikið niðurtal og svo ljótt að ég bara gat ekki á mig setið að hringja
Já, takk fyrir það Vilhelmína. Takk fyrir kærlega. Já, 5881994 sími hér á Útvarpi Sögu. Þetta nefnilega einmitt sem að hún sagði núna í lokin. Þetta svo mikið niðurtal við þar að þegar að þú og þínum líkir, þegar þið farið á stað og með þessu offossi gagvart konum að þegar þið bergmálið þessa kvenfyrirlitningu. Þetta eru alltaf í tímar, þetta hefur breyst gríðarlega mikið síðustu bara 20 árin sem betur fer. Sjáðu hvað þú ert ósangjöld, Artrúður. Þú talar alltaf hvern fyrirlitningu. Hvað með fyrirlitningur og gagvar kallmennum hérna? Það eru örfári einstaklingar. Erum við alltaf að tala kallmenn núna? Ég að leggja sem dæmi. Það má tala illa kallmenn en það má ekki segja hvað rétt og rangt í sambandi við konur. Það má ekkert gagnrýna eitt eða neitt, þá það bara illkvittni og vilja bara til að gera allt vont. Já, maður bara ekki einast orðstundu hvernig þið hægið ykkur. Já, en þið, eins og ég segi, þið áskiljið ykkur rétt til þessar rembur, þið áskiljið ykkur rétt til þess að hafa konur í fjölkvænisumhverfi, þið viljið helst hafa nógu mörg viðhöld, þá það í lagi og þú vilt hafa fjölkvæni, það má bara nota konur og það ekki að stjórna. Það það sem fer best með ykkur. Ég bara byrjum á fjölkvæni, ég var nú tala bara genatíst þarna að það alltaf, þessi veiku einstaklingar, þeir eru alltaf að eignast börn og hver á að borga fyrir það, þeir sem að sinna sér ekki með í sínu lífstíl, það á einhver annar að borga fyrir það, þetta öfug þróun Darwins. Við skulum fá næsta hlustanda hérna sem býður. Góðan dag, Útvarpssaga. Halló. Já, halló. Já, góðan dag. Já, ok. Þú koni í sambandi út á Sögu, hver þar? Já, hæ. Hvað heitir þú? Nei, ég kem ekki undir námi. Nei, allt í lagi. Við sjáum númerið þitt, en hérna, hvað, viltu koma með spurningu fyrir Viðar Guðjónsson eða koma Nei, það bara að segja við hana, bara hætta að hringi Pétur og hætta að tala illum aðra. Já, hætta að hringi Pétur á mótnana og hætta að tala illum aðra. Finnst þér að vera bundið við konur eða bara almennt? Já. Má ég aðeins svara þessu? Að því ég tek alltaf eftir að kjökrandi konur, þær vilja alltaf vera í felum og ekki ræða málin. Það getur verið eitthvað að hjá þeim. Og þess vegna koma kjökrandi konur ekki fram undir nafni. Hvað segir þetta? Viltu svara þessu eitthvað? Nei. En takk fyrir að hringja. Já, blessuð. Já, tökum fleiri inn hér 5881994. Næsti sem kemur hér hver. Góðan dag, Útvarpssaga. Halló. Já, góðan dag, hver þar? Góðan dag, María heiti ég. Það María. Já, sæl, hvernig völdin þetta var? Ég segi að það var í tímatími líka. Já. Ég segi það, hún kostir í. Já. Þeir maður liggja hérna bara tímanum saman við hennar inn, nei, kostir. Já. Það Vesturlandsskotin, ég ætla að vera stuttorð, ég ætla að vera gagnmál. Það Vesturlandsskotin að við skulum þó hafa rétt fyrir sér í megninu af þessum málum sem hann ringin og rífa godni við. Þegar hann svo orðjóttur að ég fólið náttúrulega ekki svona speilmyndir af mér. Ef maður kæmir örlítið mildari orðum að sannleikanum því að þú ert að segja það mjög mikið af konur sem vallar að búin að slíta sínum bönnum þegar það fara að græja öskra og í mótmælagöngum yfir nýjum einhverjum ungbarna ökursónum. Nýjum ungbarna? Ég skil þetta svo leiðis. Eins og já, nú með að bara þóla fólk eins og því að þú lest alltaf líku mér. Hann að segja alveg sagt. Já, finnst þér að bara mjög margar alveg fyrir líka. Ertu svona lítið við það? Ég skil nú heldur ég hvað þú ert komið, Mæður, konur stjórna það tilfinningum. Karlar af rökhúsum. Þeir ekki réttara fyrir sem það að það ekki svona, að réttar á meðan við þá. En þessi dulblustefna að kalla alla
sko karl hérna nauðgunna menningu og þessara feðraveldu þetta það að fara að núlla þetta út sko það var að núlla þetta út og ég persónulega ég er 60 ára gömul og 30 vikna takk Guð almáttugur minn skapari himins og jarðar að ég skulle hafa verið svo lánsöm að vera meira og minna allir upp á 2 bræður mín kallmönnum En áttu börn, María? Liggur í þessu arðúður að það lærði ég að hugsa rökrétt já og ég er margfalt sko hérna hæfileikaríkari og getur með þetta flesta kenningar ég er megnustu fyrir því konum svo bara næstu ég hafði sett ég get tali kenningar á fingrum annara handar alla æfina því ég bara hreinlega sko ná að verða vinkona því ég bara fyrir neðan þína virðingu það bara einhvern kettlingar kettlingar sem einskóla svo í svæð það heimur því ég þekkt ekki takk Guð segir og bræður minn fyrir það Já, býtu við að við fá María, við að við fá að svara þér Það er ekkert að eiga börn Það er ekki að standa í mótmælugöngum og á Alþingi og hitta morða á börnum fram að fæðingu Hvað vilja þessar konur með börn að gera? Já, ég spyr Ég er ekkert að tala það að þessi nýðiskapur á þjóðinni er þesslegur á síðustu öld og aldum að bæði kynnin verða að vinna baki broti margar vinnur bæði tvö til þess að geta bara að lekt til að skýta og skeina svo eftir það er ekki kvöldlega kenningu að kenna þetta er þessu svífurilega þjóðfélagi en samt sem áður samt við bara viðumkennum frum og grunnreglur María, já, Viðar ætlar að fá hann ætlar að fá að kommentera á hjá þér og svo hver til dæmis fæðir af því börnin það kettlingar náði ekki af því að það eru svo grunnhyggnar og leim það eru svo bara Nei, býtu, nei, María þetta er nú í fyrsta lagi konu sko fóstur er ekki hluti af hérna konni það er sko, hún getur allt Já, en það er nú ekki allir sammála þessu en María, nú ætlum við að leyfa eina hjónu Viðar að svara þér Já, hérna Viðar, ég ætla að bjóða þér að svara henni Viðar, þú ert hérna kommentara á þetta því við ætlum að hleypa fleiri nú býða margir Ég svara Maríu að ég ber nú töluverða virðingu fyrir henni Ég veit að æsku hennar var stólið Æskan var stólið Á hverjum? Ég vil ekki fara dýpra í það. Nei, köllum. Af engri vend í æsku. Ég votta bara, maður getur tárast yfir svoleiðis vanrækslu. Það var eitthvað sem klikkaði. En hún hefur staðið sér vel, hún María. Það gangið þér vel. Já, heyrðu, við skulum fá næsta hlustanda. Góðan dag. Út á Saga. Halló. Halló, hver er þar? Halló. Já, góðan dag, út á Saga, hver er þú? Já, góðan dag. Þetta er Guðrún, heyri ég. Já, þetta er Guðrún. Já, sæl. Komdu blessaður Viðar. Komdu sæl. Gjörðu svo vel. Herru, ég er nú orðin, ég er ekki orðin eldri borgari, en ég ól upp börni mín, þá þegar ég fór í menntaskóla. Ég fór aldrei út að vinna fyrir þau og voru aldrei alveg upp á leikskóla. Við erum að tala nútíma vandamál sem er orðið hjá yngra fólki. Ég skil það við þar, en stundum eftir þetta alltaf harður, en ég skil það líka og mér langar líka að segja, ég hef séð það núna og ég verð bara að segja að því ég verð hegstu þegar ég sé þessu auðlýsingu frá Bifröst. Nú situr mamman í tölvunni eða í símanum og barnið er að reyna að ná aðtekli mömmunar. Já, einmitt. Í fjárnám. Nei, já, fjarnámi. Já. Já, ég þekki þetta sko. Hefur þið þessu
auglýsingu? Ég að vinna, sé þetta bara dagsdaglega hérna innan alla, það á alltaf leysast í gegnum síman og heila, sko það sem gerist. Já, en ég hef orðið var við þetta líka. Já, en það sem ég ég bara, þegar ég fer út úr húsi, þá ég aldrei með síma með mér. Jú, aldrei, út af því ef það eitthvað mikilvægt, þá bara hringi þær aftur. Jú, en það sem ég að tala að fólk að skrolla í fréttum og fleira, það mikið samskipti og vanræksla sem verður innan bæði á kallinum og börnunum. Sko kallarnir verða líka fyrir vanrækslu, veist, feðurnir, þeir verða fyrir vanrækslu að því að konur verða þeir fyrir vanrækslu fyrirgefðu við það. Já. Hvernig getur þetta verða þeir fyrir vanrækslu? Þurfa þeir einhverja sérstaka þjónustu? Kærleiksrík móðir hugsa líka mannin sin. En hvað er kærleikur mannsins gagnvart konun og barninu? Hvað þann kærleik? Ég var að segja, ég skal taka annan þátt það. Hvað sér Guðrún? Ég ætla að fá að tala við þar. Viðar, ert þú múslimi eða? Nei, en ég sé ýmsa kosti á múslimum. Þeir eru löngu búin að vita það að konur geta farið offari í sinni frekju. What? Ég sagði konur þú sagði what og ég skal svara þið aftur. Að múslimar hafa oft séð að það verður mikið frekja hjá konum. Þeir passa þó upp að þeir hafa alltaf verið látaðar vera með grímur og þeir hafa verið undan sinni samtíð, til dæmis í sambandi við svona vírusa. Þeir hafa ekki viljað að þeir kallar sig að taka hendina á þeim. Þeir eru með margt sem það jákvæmt og þeir hafa viljað að nú skal stoppa. Þeir hafa viljað að leiðu Guðrún að tala. Já, stoppa. Já, herru, ég búin að sjá mynd þarna í Arabíu eða eitthvað. Þeir bara kýla konu niður í gólfið bara á óþörfu. Þau þetta ekki einu sinni. Finnst þetta allt í lagi? Ég veit nú kristna kallmenn sem hafa gert þetta sama. Það ekki bundið við trúarbrögð. Já, það veit ég ekki. Þeir eru ágætir margir hverjir og ég veit bara ekki nógu mikið það. Ég veit að íslenski kallmenn, ég ætla bara að taka annað þátt það, þeir þurfa líka aðdóa sinn. Það ekkert sem að leysist með ofbeldi. Nei, það nefnilega það. Það leysist ekkert með ofbeldi og fjölkvæni og eitthvað svona. Þess að ég held þú þetta fór okkur. Þetta ekki giftur. Ég ætla bara að spyrja og svara mér. Ég giftur, því miður fyrir þig og fleiri. Nei, ég ekki að segja það miður fyrir mig. En ég bara vorti með koninni. Jó, þeim langar mikið að komast í vendin á hjúpin sem að efnaðslegir kallmenn geta veitt. Já, heyrir þetta Guðrún. Hann ég svona almáttur góður. Guðrún, takk fyrir mig. Takk fyrir, já, blessuð. Sko, hugsaðu þér. Konur, sérðu hugafæri hjá þér? Ef að þetta ekki, sko, sértækt fyrirbæri af kallrembu, konur eiga sækjast eftir þér út af peningum í kringum. Auðvitað. Hugsaðu þér viðbjörn. Á hverju? Spurðu fyrst, á hverju ættu þeir að gera það? Þá geta þeir sinnt börnunum betur og aðleiðu upp sómasamlega. Sé ekki alltaf að fela sig bak við einhverja vinnu sem að metnaðarsýki þeirra oft teymir þar í. Þetta ekki metnaðarsýki. Kulnaðar konur, kulnaðar kjökrandi miðaldra konur. Viðar, hvítar. Sko, það ekkert mörg ár síðan að sú staða var fyrir konur að þær máttu þakka fyrir að bara eftir eftir grunnskóla að fara í húsmæðraskóla. Það var bara þær áttu að fara á húsmæðraskóla, læra elda fyrir ykkur, kallana, og læra að sauma á allt saman. Heyrðu, kallandi fengu bara að fara í nám. Sem dæmi, það ekki langt síðan. Þú ert eins og Pétur Gunnlaugsson, það alltaf einhverja sagnfræði sem gerist fyrir löngu síðan. Sko, við erum að tala þetta nútíma vandamáli. Já, en ég að segja, þú mátt ekki rugla þessu saman. Þú ert fastur aftur í fornöld. Nei, ég að berjast fyrir réttlætinu. Að réttlæti sé þannig að einhver annar borgi ekki fyrir uppeldi á börnunum einhvers annars. Það samfélagssáttmáli. Það engin sáttmáli. Jú, það samfélagssáttmáli. Jú, þetta sko, nú ég með vitundarvakningu. Það til eitthvað annar sem heitir það einhver annar að borga fyrir annar manna börn. Nei, sko, þetta partur af því að við rekum réttaríki á Íslandi. Réttaríki?
Hvað er réttlátt við þetta? Það Hvað er réttlátt við það að ég borgi fyrir annar manna börn og Jú, vinni það fyrir þeim? Það er Á skattalöggjöfin ég verið að vinna að negla hamrinu 10 högg og 3 högg farið fyrir einhvern annan? Nei, þetta er bara pólitísk ákvörðun nú hleypur í pólitíkina. Hvernig sköttum skal deilt og dreift. Það er búið að deila þeim allt og mikið í aumingjavæðingu. Já, hérna. Við fáum næsta hlustanda hér, góðan dag. Má ég koma það? Já, gjörðu svo. Hver er þar? Halló. Já, hver er þetta? Þetta er Elías. Átni. Já. Má ég koma það? Já. Þið ræðið ekki kjarnan. Halló. Já. Má ég koma það? Já, heyrðu, viltu lækka í útvarpinu hjá þér svo að það heyrist hvað þú segir, það bergmála svo mikið. Heyrðu, já. Þið ræðið ekki kjarnan málsins, það er fullnæging kvenna, það er fáina konu sem fá fullnæging og það byggnar allt á kallmennunum. Það er farið í fílu og snúa bækinu við kallmennunum og þetta er stórt vandamann hjá konum. Þetta er alltaf konur að vita. Það er alltaf að leika fullnægingu og plata kallinn og þá fara þær í fílu svo að eftir að það fá ekki fullnægingu. Það er voða fáina konur sem fá fullnægingu. Hvað þekkir þú þetta? Þetta er kjarni málsins. Ég hef svarið við þessu aðeins hérna, eða vilt, sko, konur, það er vilja skaffara, en það er líka vilja töffaran. Og þetta eru tvær aðskilda maðurgerðir. Það er þá ekki fullnægingu og það býtnar alltaf kallið. Það er alltaf leika fullnægingu til þau. Nei, ég skilið ekki þig, ég skilið þig ekki. Þetta kemur því ekkert við. Ég er ekki að tala líkanlegt atgerfi. Það er bara í fílu og það býtnar alltaf köllunum. Já, þú hefur gaman að tala um eitthvað svona. Ég hef ekki gaman að tala um það. Ég er bara að segja, sko, pólitískt hvernig það er hugsa. Það kemur ekkert, við þurfum ekki að taka líffræði hvenna til tals hérna. Nei, þetta er svo núskilu, ef að konur líður illa, hún fær ekki fullnægingu, það býtnar þetta alltaf köllunum, skilur það ekki? Nei, ég skil það ekki. Já, ertu þá Átni að segja að kallmenn sé ekki nógu tillitssamir að hafa einhverja gagnkvæmni í samlífi? Það vantar að hjón tali saman. Það er rétt. Þar var rétt. Þú veist að fólk sem er búið að gift í 20-30-40 ár, það þekkir alltaf hvert annað eftir 20-30 ár. Já, það er ofta það tala ekki saman. Það frekjast á hverju öðru og kann ekki tala saman. Það er alveg hárrétt. Já, það er sem ég er að tala. Fólk talar ekki saman, hvernig á það að skilja hvert annað. Það er ekki hægt. Já, ekki ef að frekjan er á annan veginn. Já, það verður frekjan, sko, kona fyrir kílu af því hún fær ekki fullnægingu. Við byrju, það er sagt að það þurfi 2 til að deila en ég er ekki á þeirri. Það þarf 1 til að byrja deilur. Hún er að frekja hvað fullnægingu og fyrir kílu. Og svo byrjar þetta alltaf köllunum maður. Já, ert þú búin að lenda í þessu, Átni? Já, spyrjum að því. Ertu búin að lenda í þessu sjálfur? Já, ég lendi í þessu. Lýstu því. Kona mín, hún þóttist að það hafa fullnægingu. Ég finna að 6 ár. Svo segi, akkur er alltaf í fílu. Það var því hún fékk ekki fullnægingu en var alltaf að leika. Þetta er, sko, ekkert kynlíf er ekkert líf. Það er málið. Það er kjarnin í þessu líka. Já, þeirðu, þetta er eitthvað sem að... Kona sem fæði aldrei fullnægingu, henni líður aldrei vel. Nei, þetta er bara efni í næsta þátt, held ég. Ég held að... Ég er að segja það. Við erum alltaf að tala um hlutina fyrir utan. Við erum fyrir kvartir ekki að fyrir í kringum eita bóti. Hann er alltaf að nasa af gröfnum, en hann næri aldrei að borða á gröfnum. Já, það bara heitir að það vantar gagnkvæmni, það er bara umhyggju kalla fyrir konum. Þetta er svo stórt mál hjá konum. Já, bara alveg svo hjá köllum. Það vantar umhyggjuna. Já, þetta er bara leik, þá fara það að fílu. Ég get alveg stílið kvennmann sem að fara ekki fullnægingu. Má ég aðeins komast að þessu? Má ég aðeins svara þér, Árni svokallaður? Og það býtnar allt á kallinum. Má ég aðeins svara svokalluðum Árna sem ég hef að segja á rétt undir réttu nafni? Já. Ég finnst þetta orðið ansi mikið dónatal hjá þér. Hættu nú, bless. Vil ekki tala við þig. Heyrðu, þetta var eitthvað viðkvæmt við þar. Er það bara því að kallmenn er bara að hugsa sjálfa sig? Nei, þetta... Er það þessuna sem maður segir þetta? Nei, þetta var eitt sem var að fíblast. Ég bara hef enga trú að þarna verið að gera grín, mjög miskili grín. En það var eitt sem maður sagði rétt. Pör eiga að tala saman og ekki að vera í símanum.
Já, það er nefnilega það. Heyrðu, við að tíma okkar búin núna og við ljúkum í bili þess að ég þarf bara að fá þig aftur við tækifæri og ræða þetta ýmsa hliðar á þessu, en eitthvað sem þú vilt segja svona að síðustu, við erum bara alveg að klára. Ég vil bara ekki þetta óréttlæti sé hérna í þessu þjóðfélagi einhver minnihluta hópar fáir svona mikið forgang á allt og ég vil ekki að sá duglegi sé að vinna fyrir aðra. Hvort sem á að halda upp í öðrum börnum eða eitthvað svoleiðis, þetta er bara orðið komið út í rugl. Frekjan og yfirganginu sérstaklega hérna í Reykjavík, þetta er að draga úr því að þeir duglegu vilja gera nokkuð. Við látum það vera lokaorðin Viðar Guðjónsson, athafnamaður og innhringjandi í símatímum út af sögu. Þakkaði fyrir komin að hinga og takk fyrir að nota maska á andlitið og bara gangið allt í hæginn, en við heyrum í þess síðar og Artrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir áheyrnina að þessu sinni og tæknimaður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson. Verðið sæl.